Það bara þannig, við erum að fara út í djúpulaugina, þetta var skemmtilegt. Skemmtilegt, já, við erum bara byrjaðir. Jú, þetta var mjög skemmtilegt. Ég var bara upp á Stillast þegar þú hringdir. Já. Ég þurfti bara, leit á klukkuna, ég þurfti bara að flýta mér. Og maður á ekki að flýta sér með linolíumálingu. Nú, býtum við. Hún sérstök, hún ekki notuð á Íslandi en ég var svo lengi í Danmörku og þar kynntist ég linolíumálingu. Þetta er notað á tréverk, náttúruleg olíumáling. Og þú ert að straugin á tréverkið og það hafa virkilega fyrir henni. 1 lítur af linolíumálingu endist með svona 3 umferður á allt tréverk á húsinu mínu. Ég er að tala um alla glugga, gera eftir þakkant og allt. Og straujar hana og byggir þetta upp á svona þunnum lögum. Ef að lagið er of þykkt, ef þú málar þetta bara sem venlega málingu, þornar hún ekki. Í þunnu lagi er hún þegar 2 daga þorna, ef þú straujar hana þykkt á tréverki þá bara þornar hún ekki. Það er svolítið. Já, og það er í 10 ára gömul máling á gereftum. Ég er að koma að svona stöðum þar sem eru gereftu vatnsbreytt og svoleiðis. Eða eru svona pollar í hornum, það sem hafa bara svona safnast fyrir mikið. Ef við sting puttunum onni í þetta er 10 ára gamalt, þetta er utandira og sprengi svona yfirborðið, blötu putti. Já, ok. Þetta er hana, og þetta er bara, ég skil ekki af hverju íslenskir iðnaðarmenn og málarar ekki að nota linolíumálingu. Þetta er bara besta afurð sem ég bara veit á tréverk utanhús. En allavega, ég þurfti að flýta mér að skella í þessa linolíumálingu, strauja þetta, refsa þessum gluggum og þarna djöðsveisla. Og hér erum við ekki að nota tækifærið, þetta verður fallega smekkbúsur sem út í? Já, þetta er svo við erum að selja þetta eins og heitalumur. Carhartt í handverkshúsinu. Já, ég sem sagt í handverkshúsinu, ég er verslunarstjóri þar. Það er dagvinnan. Ég suðaði í eigandanum að taka þetta inn, sagði hann að það myndi allt trillast. Og úr var það, við fórum út og náðum í þetta og erum að selja þetta bara eins og heitalumur. Nú er allir í smekkbuxum. Og er allir að trillast? Já, við erum búin að selja ógeðslega mikið af þessu. Aha. Þetta er þú var áttið af því, ég er 49 ára gamall. Þegar ég var 11 ára, þá pantaði ég minn fyrsta Carhartt-jakka. Og þá átti ég svona Thrasser skeitarablað, ég var alltaf á hjólabrættum. Ok. Og inn í blaðinu, ég er 11 ára, þetta er 87, þá var svona pöntuna postkort. Þess að þú gast sett krossa í svona nokkra reiti og svo heimilisfang og nafn og eitthvað, svo þurftur að senda þetta í postið til Bandaríkjanna með einhverju svona postaávísun eða einhverjum anskotunum. Og svo fékkstu þetta bara eitthvað með skipi, 4 mánuðir seinna og náttúrulega allt og stórt, því Carhartt eru stóra stærði, og en þetta eru 38 ár síðan og þessi jakki er ennþá til, og við erum að selja þenni jakka í dag upp í handverkshúsi, nýja sömu tíma. Og þetta lítur út eins og þessar smekkbúsur, það lítur út að það sé mjög gott í þessu. Þetta er workwear, þetta er Carhartt workwear, þetta er ekki fashionið sem þú færði í tískubúðunum. Og já, þetta bara er að gera lökku, Hvað er það einmitt, ef maður fer nú í áður en við förum í að tala um bókina þína, við förum nú í aðeins að djöflast í kapitalismanum. Einu sinni voru föt miklu betri og bílar voru betri og allt endist betur. Ég veit það. Það er bara þannig. Alvöru gamaldags gallabuxur. Það er bara, þú getur 8-20 ár. Ég veit það, það er bara málið. Fólk er að pönkast í mér. Ég keypti einhverja Filson gallabuxur fyrir svona 5 ára síðan á 50.000 skall. Fólk bara eitthvað saup kveljur, Ég er búin að fara með að tvisari viðgerð og láta laga þær. Í morgun fór ég með Birkenstocks lokaða leðurskó til skósmiðs og Red Wing skóna mína og til þess að láta sóla þetta 12 skall á Birkenstocks og Red Wingin var held ég 16.000 með Red Wing sólum og ég er að sóla þessa Red Wing skó í 5. skiptið þetta eru 60.000 skór en þetta snýr alltaf að því við erum alltaf að væla eitthvað út í eitthvað kapitalist kerfi og eitthvað blatibla ég vel þetta sjálfur. Ég ber auðvitað ábyrgð og ég er með frjálsam vilja og ég ber ábyrgð á því að vera upplýstur möguleikana. Rétt. Skilur hvað við? Rétt. Og ef við erum að tala eitthvað hvað við erum eitthvað kærulaus og ég meina,
ég meðvitaður einstaklingur, þá get ég tekið ábyrgð hvað varðar þetta sjálfbærni og ekki bara fyrir sjálfa mig, heldur líka bara fyrir okkur sem heild, sko. Ég eyði frekar peningum í dýrföt og ég áður lengi, sko. Ég er að tala ég áður í áratugi. Já, einmitt, og það er eitthvað gaman við að eiga færri hluti og eiga þá góða hluti og þykja vænt þá. Eða marga góða hluti. Eða það. Ég er alltaf ég heillast aldrei að tilhugsunin eignast fleiri hluti. Ég er alltaf því ég þarf að fækka. En þetta ekki með blæti fyrir ykkur? Konan mér er blæti fyrir skóm, ég er með blæti fyrir jökkum. Ég meina, ertu ekki með blæti fyrir ykkur? Já, einu sinni forsíðu greinum skósafni mitt. Já, það? Fréttablaðinu, já. Forsíðu grein? Þetta er 60 skópur. 60 skópur? Já, 55 plus. Það er bara eitthvað, kannski aðeins minna en konan mín á. Það er mjög mikið fyrir kall. Það er mjög mikið, sko. En það var bara, þetta var eitthvað, ég minnir ég að posta þess á Facebook, sko, og verið með einhverja mynda mér og var einmitt að pússa skóna og eitthvað, allir skónir þarna og þá gerði eitthvað frétt. Svo var ég alltaf í norðin einhver skókall Ísland, þetta var ekkit skókongurinn. Ég vissi ekki að ég verið með eitthvað sérst skóblæti, sko, þetta er bara einhvern veginn æxlaði. Þetta er skóblæti, þetta er alvarlegt. Áttu þess að skó, er þetta allt íþróttaskóra? Nei, ég áörglega svona 25-30 skópar í dag. Ok. En svo enda maður á að nota alltaf bara, maður er mest í 3 pörum, sko. Já, þetta, sumir eru þarna, eins og segið, þú ert með skóblæti, ég er með jakkablæti. Hvernig jakka? Bara allt, þetta er allt kúrikajaka, sko. Ég er búin að vera bara í kúrikastílum bara frá því ég var 20, sko. Ég fer alltaf í tísku, svona 10 ára fresti. Nú er ég í tísku. Já, einmitt. Það er primetime happy hour hjá mér. Þegar þú fyrir í kúrikatíðast, þú getur höttunum líka það? Nei, þú verður að púla það ég á það einni ég held að geima ángt í 50. Jú, mikið í höttum en ekki alveg þessum 18 tómu gaurum. Þið var á Kalli á tónleikunum daginn, það var allir með hattar. Herru, talandi það hvað heitir söngvarinn í Kalli á? Jökull. Ég var á leiðinni til útlandum daginn og Jökull var hana með einhverju kærustinu sinni eða konni sinni eða eitthvað. Og hann var að fara í gegnulýsingu. Það var tómtu þessin fyrir Jökull. Hann var allir ykkur drastli. Já, meinar blingi? Hann var bara með eitthvað svona 30 tóma Mexikohatt, bara svona stór. Svo var hann í einhverju mussu og svo var hann í einhverju kúrikastíflum með einhverju glingra og hann var allir í einhverjum armböndum og ringjum og hálsmönnum. Og þetta er ekki alltaf? Þetta var bara tómtu þessin. Það var bara einhver röð og kýmverum eftir honum og alveg brjálaðir, því að Jökull ætlaði ekkit, hann var bara næstu búin að missa fluginu, hann ætlaði ekkit að komast í gegnum þessa gegnulýsingu, það var alltaf eitthvað meira. Það var svo jólatré, sko. En ég verði að gefa gæjanum það, sko, einmitt þarna á tónleikunum, hann skipt dress, sko, og hann var í einu dressi fyrirpartin og annars seinnipartin og þar sem í bæði skiptin var ég bara djöfull langa með þessa peysi sem hann er í, djöfull langa, hann púlar þetta, hann er svo flottur, sko. Hann ónaði þetta bara, ég meina, hver fer í flug klæddur bara eins og sérst að fara að leika henni í einhverju Robert Rodríguez mynd, sko. Já, það er klári slæg. Maður er bara eitthvað í Crocs og joggingbuxum bara að hafa kósi, skilur og hann að, já, ég veist þetta svona, ég horfði á hann bara, djöfis, fucking nagli, maður. Já, það var ég. Já. Herðu, já, þú varst á svona Kalli á tónleikum, langar að spyrja þetta eitt, ánum fyrir mútið þetta. Var, eitthvað sá ég hérna á Facebook, er þetta satt með hennin veðurbreyti sem var í gangi þarna? Ég ekki hugmynd, sko. Hefurðu heyrt af þessu? Ég sá eitthvað fyrirsögn. Hvað hérna? Að Jakob Frímann þekkir eitthvað nöttara í Bretlandi held ég sem er búin að framleiða eitthvað tæki sem að, ég veit ekki hvernig virkar, ég hef ekki sett minni það, ég held fyrst að þetta væri aprilgabb, sko, en svo sá ég bara, þetta var bara nýfrétt og hérna sem að bara breytir veðrinu. Þannig að það átti að vera bara rigning og ógeð, en það var bara sól og blíða og ógeðslega heitt. Þetta tæki var flutt inn fyrir Kalli á tónleikana. Vá, og hérna... Jakob Frímann fluttið inn. Og hann átti vist að það var talað þetta tæki, það var nefnt í einhverju samhengi, í einhverju gamalli stuðmannamynd líka, sko. Og á þetta að vera bara alvöru... Já, ég samkvæmt því sem ég las. Hvernig í ósköpunum fer þetta tæki að vera breyta veðrinu? Ég veit ekki, ég er mjög forutinn að vita hvort að þetta sé rétt og þannig að ég veit ekki, þú er eiginlega að fá hann í viðtal. Jakob. Spurða nú til það. Það var allavega, ég var að kíkja á veðurspána, sko, það var alltaf átt að vera að koma regning, svo kom ekki, alltaf koma regning, kom ekki. Allt í Jakob Frímann að taka. Svo kom smá regning hérna svona 11 leitið, einmitt akkurat þegar Kalli voru að spila, sko. Já. Í klæmaksun á tónleikunum, það var smá regning. Já.
Það var alltaf læg, maður var inn í miðri þvögunni, sko. Já. Það var rafstöðunar bensínlaus og tæki dotti og samvætti. Já, það ekki. En þetta voru vel hernaði tónleikar, sko. Já, gaman. Herðu bókin, þú talaður að dagvinnaðin væri í Andershúsinu, en þú ert búin að vera, ég man þegar ég var að skrifa fyrstu bókina minna, þá var ég að miða við að skrifa allavega 1000 orð á dag þegar ég byrjaði. Ég held ég hafi sagt það við þegar þú varst að byrja að skrifa. Já. Þú varst bara eins og raketta, komin upp í 70.000 orð. Ég er náttúrulega algjörlega manniskur. Ég er svolítið að passa mig í gær, ég var myndur á það eftir viðtal í Bylgjunni, hann hringdi í mig, hann Tómas hjá Sögum, sem þú nú þekkir, hann gáði þína bækur. Já. Og svona, sagði bara, ég ætta svona ganga hægt og ekki sem sagt upplýsa og miklu hvað var þar innihald þessara bókar. Og en við förum aðeins inn í það, en jú, hann hefur semst samband við mig í bara 7. júní núna og sagðist að hafa fylgst með þessum þvottahúsþáttum, sem slaðvarpsþáttunum sem að ég og Arnór gáum út í janúar og febrúar, þar sem við fórum í gegnum þessi fyrirbæri þarna, drónafyrirbærin þarna í New Jersey. Og það var svona eitthvað svona sveifla í UFO heiminum á þessum tíma og mikið einhvern veginn, lá mikið í loftinu hvað var þar uppljóstrara sem voru á leiðinni og svo framvegis og við gerðum hann einhverja þætti og tókum íslenska frásagnir og þetta var mjög spennandi og skemmtilegt og Tómas fylgdist með þessu og ég hafði ekkert að senda á hann eitthvað handrit sem að ég hafði sendt á aðrar útgáfur á sama tíma, það þóttu of klámfengið. Þú til að lesa, það er mjög klámfengið. Nú? Það er rosalega klámfengið. Þetta er saga, sko. Bara skáldsaga? Já, skáldsaga. Ok. Og hún var það klámfengina. Þegar ég var að skrifa hana, þessi svæsnustu atriði, sko, sánu atriði, og svo svakalegt, sko. Ég þurfti að fara heim, bara úr vinnunni. Ég mér var illt hérna bara í orkustofunum. Ég fekk bara verki bara eins og ég held ég var að koma með bara krabbamein í eistunni eða eitthvað. Það var bara eitthvað bara eitthvað stíplur, eitthvað losum, bara eitthvað stíplur bara í kynkutin á mér. Og ég skrifaði þetta, eitthvað massi á skáldsögu og sendið þetta út allt og þetta þótti náttúrulega bara algjörlega bara, þetta var bara efni í einhverja góða klámynd, sko. Nóð það. Ég hefði sendt honum handrit áður. En hann hefur samband við mig, hann í byrjun júní og spyr hvort að ég get ekki skrifa bók geimverur. Hann vildi gera skrýtnabók og við hittumst og ég bara skrifaði undir samning og bara fékk frjálsar hendur og bara fór á stað. Byrjaði að búta þetta bara niður, bara hvað erum við að fara að taka? Við erum að fara að taka þessi þekktustu UFO tilfelli, við erum að fara að taka nútíma söguna síðustu 90 ár, að Roswell og meiri segja lengra, það er má segja þessi fyrsta flíildi sem að Bandaríkjamenn fengu í sínar hendur frá Ítalíu. Já, þessi nútíma saga, við erum að tala djúpríkis, meint samsæri djúpríkis, þá aðalega leyniþjónustu Bandaríkjanna. Djúpríkis armurinn sem skapaðist út frá Roswell-atvikinu. 1947. Okay. Og CIA var stofnað 2 mánuðum eftir Roswell-atvikið sem armur út frá flugvernum í Bandaríkjunum. Fyrir það var CIA ekki til í þeirri mynd sem það er í dag. Hvað er CIA? Þetta er náttúrulega bara, þetta er leyniþjónusta. Þetta er Central Intelligence Agency. Þetta er bara leyniþjónusta sem er svo bara lagskipt og deildaskipt og hólfaskipt og alveg bara, hún er hólfaskipt niður í dýpið og þar ertu með þessi djúpríkisöfl sem að sigla bara sín eigin sjó, sko. Í algjörlega óregluvættu umhverfi, ekkert gegnsæi. Þingið hefur, er bara stónvólað í hvert skipti, þetta er svo rosalega hólfaskipt verkefni og verkefnin eins og hvað við kemur þessum UFO-málum, þess að við erum að tala crash retrieval, þetta er svona hugtak sem maður heyrir oft, það er, þú ert með flíildi á einhverjum ójarneskum uppruna sem hefur annarkoð trapað eða hefur verið náð niður, þá fer að stað svo kallar crash retrieval operation, sem þýðir að
að það er búið að ná flíildinu niður, það er kannski diskur eða egg eða acorn eða einhvers konar flíildi sem er ójarneskum uppruna og þeir hafa náð niður og þá er bara sendt ákveðið teymi út og það er bara retrieved, það er náð í það og það er flogið með það á í rauninni eitthvað leynilegan stað og Area 51 og Wright Air Force Base hefur verið nefnt í þessu samhengi en það sem að gera þeim svona svolítið auðvelt að viðhalda þessari leynd, það eru þessi stóru einkafyrirtæki. Það eru Boeing og Raytheon og Skunk Works, Lockheed Martin segi. Þetta eru bara risastór einkafyrirtæki á sviði flugtækni og í vopnaframleiðslu og hátækni iðnaði. Þannig að innan þeirra eru djúpríkisdeildir sem eru bara í samstarfi, eru með samkomulag við djúpríkisdeildir sem að heyra í rauninni undir CIA, sko. Og þetta er búið að vera í gangi, síðan í kringum Roswell 47, en svona 1945 þegar þeir fá fyrsta flíildið til Bandaríkjanna frá Ítalíu, þá rauninni verður þetta til. Og afleiðingin af þessu þú ert með cross retrieval og svo ertu með reverse engineering sem þýðir að það fóru áratugir í að reverse engineera eða greina þessa tækni, þessa nullaflstækni. Hvernig getur faratæki náð 70.000 kílómetrar hraða á klukkstund? Hvernig getur faratæki, nútíma þotur í dag, þar þola til skamstíma 9G þrýsting. Flugmenn, orrustuflugmenn, eru þjálfaðir til þess að þola þrýsting í cockpit og þeir þola þessir allra hæfustu og manns nú eftir þessi í Top Gun nr. 2, þá fór hann upp í eitthvað 9,8G, skilur og var alveg bara alveg að vera líðið yfir alveg bara fór með sjálfan sig og vélina bara to the limit, sko. En eftir einhvern ákveðin tíma þá bara byrja hvaða orst og þóta sem upp fyrir 9G bara liðast í sundur. Menn missa bara meðutund og allt fyrir steik, skilur við. En þessi flíildi að fara upp alveg þessuna 30G miðað við hraða. Ok, en hvað þegar þú segir að þau sé að fara upp í þetta? Hvað er það dokumentað? Þetta er dokumentað bara í radarupplýsingum. Við erum með árið 2017 Sölvi, þú ráttuðu því að við erum ekki að fara að kofvera þetta í einu þætti, sko. Þetta við getum talað um þetta í 30 klukktíma. 2017 þá kemur út frétt í New York Times. Já, ég get gert það. 2017 kemur frétt í New York Times, þar sem að í rauninni hafa lekið út 3 myndbönd frá Pentagon. Og þetta eru fræg myndbönd sem að voru svo viðurkennt af Pentagon, kortir í COVID, flög mjög lágt að þessi myndbönd væru raunverulega frá þeim komið og það sem sést á þessum myndböndum eru flíildi sem að þeir hafa enga skýringu á, þið veit ekki hvernig þau geta hreyfst eins og þau hreyfast eða hvað þau koma eða hver á þau. Veit ekki hvort þau jarneska eða ójarneska, þetta er bara óþekkt uppruna. En 2017 kemur þessi frétt út, þetta eru gimbal-vídeó, tic-tac-vídeó og go fast. Þessi myndbönd voru í umfjöllun í meginströmsfjölmiðlum en til dæmis tic-tac-flíildið, það kalla tic-tac því það lítur út eins og tic-tac-mynda. Þetta er 6 metra breitt, þetta er bara svona hvít, bara eins og perla, engin samskipti, engin útblástur, ekkert cockpit og það hreyfist svona. Skilurðu? Það bara getur tekið 90 gráðu, bara 180 gráðu beygju á punktinum. Og þau voru að mæla í rauninni, bara radarmæla þessi kvikindi bara frá einu stað til annars á 70 km hraða. Bara 80 km hæð og bara sjáamál sekúnda. Þetta eru radarmælingar sem eru til og þetta er náttúrulega algjörlega ótskynalegt. Þetta er staðrend, þetta hefur verið dokumenterað, herinn viðurkennir þetta hefur farið fyrir þingnefndir og bara eiðsvornar vitnaleiðslur sem að radarsérfræðingar og orrustuflugmenn hafa bara sagt frá þessu. Þetta er allt til, þessar upplýsingar. Það eru til radarmyndir, svona flare-myndir, svona infrarauðarmyndir að þessum kvikindum en þeir segjast bara ekkert vita hvað þetta er. En svo eru þetta samsæris áhættarnir sem að
sem að eru, og já, auðvitað rannsóknar blaðamenn óháðir miðlum sem að eru búin að vera að stúdera þetta og telja sig vita hvaðan þessi faratæki koma og svo framvegis. En þetta sem sagt, svolítið í hnotskurn, það sem í gangi. En allavega í þessari bók, þetta djúpryggilsleyndin, en svo snýr þetta líka bara að persónulegri reynslu hvað varðar vitundar uppfærslu sem að ég fer í hérna eftir áramót sem ég lýsti örugglega hefur verið síðasta þætti sem ég kom, sem að ég vil meina að sé sál mín eða vitund á þeim stað þar sem hefur verið að færa mig upp á milli víta. Og þegar við tölum vittir, ég meina þú bentir mér á daginn Law of One, Ra, ég stúderaði það eitt kafli í bókinni. Það er stórmerkilegt. Stórmerkilegt. En þá kemur einmitt þessi spurninga þegar það er búið að tala um þetta í mjög langa tíma, þessi flygildi og UFO og allt þetta. Að, þú veist, og það einmitt þessi að lýsa hvernig þau færast til, að það eins og þetta sé svona kvantum, þú veist, þetta næstu því að þetta sé handan tím og rúm, sko. Að þú bara ert á einu stað og svo ertu bara komin á einhvern annan stað rosalega langt í burtu bara nánast á sömu sekundinni. Og þá það svona einhvern veginn og við erum alltaf að bíða, sko, þú veist, það er mjög margt sem bendir til að það sé einmitt bara alls konar hlutir í gangi í geimnum fyrir utan okkar skilningavit. En þú veist, hvort þetta sé bara eins og með dauðan, þetta svona stærstu spurningarnar, þú veist, hvað gerist eftir að maður deyr? Okkur kannski ekki ætlað að, þú veist, okkur ætlað að halda áfram að vera að spekuleita þetta, en ekki fá að vita? Við erum alltaf að bíða bara, ég vil fá að sjá eitt svona flygildi og ég vil fá að sjá hverjir eru að stýra því, hverjir eru inn í því. Þú vilt sjá það á RÚV. Já, en þá kemur maður einmitt og þá þessi sko skilyrðing sem að við erum með úr bíómyndum held ég, að þú veist að það eru geimverur að koma og þá eru geimverurnar vondar og það ætla að gera eitthvað og mannkynið þarf að fara í stríð við geimverur. En ef þetta eins og þú ert að lýsa þessu og eins og margt bendir til að það næstum því eins og svona hvaða dýr á ég að taka sem dæmi, bara eins og hérna maður er með svona litla gekko-eðlur að þú veist, leið og maður ætlar að fara nær þeim, þá skjótast þær í burtu. Já, flugur. Það eru forvinnar en vilja ekki, sumarflugur eru náttúrulega mjög aggressífur og leiðilega, eins og moskít og hérna bíflugur og svona. En þú veist, maður segir svo, ef að hegðun þessara flygilda virkar næstum því eins og þau séu feimin við okkur, eða vilji bara skjótast í burtu ef við erum þá myndum maður halda að þau vilja ekki gera okkur neitt slæmt, sko. Að því ef að við værum með þessa tegunda tækni kunnáttu, að þá myndum maður einhvern veginn halda, þú veist, ef þau myndum vilja, þá hlýttu þau að geta bara slátra okkur, sko. Það eru svo margir fletir á þessu. Sko, spurningin alltaf af hverju við erum alltaf að spyrja okkur af hverju eru yfirvöld að halda þessu lendi fyrir okkur? Af hverju er djúpríkið að halda þessu lendi fyrir okkur? Þegar að spurningin kannski ætti að vera ætli geimverurnar vilji að við sjáum þær. Því að við erum kannski bara sem heild ekki tilbúin til þess að horfast í augu við þann raunveruleika að við erum ekki ein. En hvað varðar, sko, maður fara aðeins inn á þessa tækni. Veist, hvernig getur flygildi ferðast á 70 km á klukkstund, ef við nefnum það sem dæmi. Án þess að upplifa þrýsting eða G-foss eða mótstöðu, núning, við bara rýmið. Bob Lazar, þú heyrst þetta nafn. Sko, hann lýsti þessu mjög vel. Hann vann í 6 mánuði á Area 51 og var að vinna við eitt ákveðið flygildi sem hann kallaði sportmódel. Bara diskur, klassískur diskur. Er Bob Lazar gæinn sem var í Joe Rogan? Já, hann hefur komið. Hann hefur mætti Joe Rogan saman með Jeremy Corbell sem er rannsóknarblaðamaður. Ég ætla að fletta því upp, við minnum nefnilega að þetta sé sko Þetta magna viðtal. Þetta sé næst þriðja vinsælasta viðtalið sko í Joe Rogan er náttúrulega stærsta podcast í heimi og við ferum í Popular númer 1. Vinsælasta viðtalið sögu Joe Rogan er Bob Lazar og Jeremy Corbell. 64 miljón view á YouTube. Þetta er fyrir númer 2 er Donald Trump. Donald Trump er ekki búin að ná þeim. Bob Lazar er mind-boggling fyrirbæri sko. Og maður hugsaði með þú veist, það er svona áhugavert sko út frá þessum pælingum að, sorry ég sé að grípa þess inn í, þú veist, þetta með að Tommi hafi nálgast þig, sko. Þetta er eitthvað sem að vekur rosa mikla athygli hjá okkur. Við erum forvitin. Já, ég meina, fyrirgefðu, varst ekki þú sem sagði við mig daginn, það var eitthvað sem hafi sagt við þig, sko, við erum farin að muna. Jú. Og þetta er bara málið. Innra með okkur
býr þessi minning þessa möguleika að við, náttúrulega númer 1, erum ekki ein. Það samfélag, við erum eitt samfélag margra ólíkra hópa í mörgum ólíkum sólkerfum í einni vetrarbraut. Og við vitum það, innst inni vitum við það og það einhver þrá í tengsl. Og þetta hefur náttúrulega bara með það búið að skerða orkustöðarnar okkar úr sem sagt 13 niður í 7 sem gerir það verkum að samkenndin okkar sem á að vera 360 gráður, hún alltaf í orðin skilyrtt. Þannig að við erum komin hérna með eitthvað kollektíft monster ego sem ein, við og hinir. Þegar öll á botni hvolft, þá erum við sem ein heild mörg samfélag alla vetrarbraut. Og við munum það, við vitum það í okkar innsta kjarna, plús það að það þetta baslega í okkur sem sækir í galdra. Leið og galdrar eru orðnir að vísindum. Hvað gerum við þá? Sækjum í nýja galdra. Leið og erum búin að skilja, þá erum við búin að ná stjórn. Einmitt. Og þá sækistu eftir einhverju sem að meikar ekki sens. Einmitt. Og það eitthvað sem veitir okkur gleði, allavega veitir mér mikla gleði, sko. En við erum alltaf, við erum að knúa faratæki áfram með bruna af einhvers konar eldsneyti og keyra það í gegnum rýmið í þessari þriðjuvít með tilheyrandi viðnámi eða viðnámsorku sem myndast þegar að hlutur fer í gegnum lindýrið rými og við það auðvitað bara skapast álag og mótstaða og hiti, þrýstingur, en orðið sem við erum að leita af, það andsegulaflstækni. Þannig að ef þú komið með andsegulafl, því rýmið hérna, þetta ekki tóm, þetta ekki vakúm, þetta ekki ormagöng. Það net fínustu einda hérna á millokkar og þetta samskiptanet skammtafræðinar. Það talaðum að heilin, hann nær 10.000 kílómetra út fyrir sig. Það þurft að tala hvað nota þetta orð aftur. Hvað þá? Hvað það eru? Andsegulaflssvið. Andsegulaflssvið. Ertu þá að tala að þannig geti þessi flíildi operatað og farið svona hratt? Ef þú ert með búnað, eins og Bob Lazar lýsir, það sem sagt, hann talar element 115 sem efni sem var ekki í lótukerfinu þá en í lótukerfinu í dag. 15 ára setna þá uppgötu vísindamenn þetta efni sem sagt M115 eða Moskovium. Það var að setja í lótukerfi, það í lótukerfinu. Það mjög óstabílt og þetta hefur út frá svona hlutfalli ísótópa og þetta eitthvað svona eðlisfræðistöf sem ég skil ekki alveg en það helst ekki stöðugt nema einhverja millisekundur En hann vildi meina að í þessu flíildi smartmodell í reaktornum í rauninni, það rauninni rámt að segja orkugjafinn en köllum það orkugjafan en það rauninni ekki til orðið yfir þetta. Þá ertu með stöðugt Moskovium eða element 115. Þú ert með efni sem skorið í ákveðið form, ákveðna skífur og sett saman í einhvers konar píramíta, það kemur svona kúpull yfir það. Úr þessum reaktor eru leiðslur yfir í magnara og það eitthvað unit sem magnar upp í rauninni þessa orku. Þaðan fara aðra snúrur í kastara sem í neðstu hæð í flíildinu sem eru svona svolítið eins og ruslatunnur á hvolfi sem þú getur snúið í allar áttir. Þannig að með 3 kastara í botni þessa flíildis, þetta diskur og ef þú beinir kösturunum í ákveðna átt og þú ert með þetta Moskovium inn í þessum kúpli og þú ert með magnaran, þá beiniru ákveðnri orku í ákveðna átt og þú ryður undan þér lendýrinu rými. Og þú býr til raunverulegt vakúm, þannig að flíildi ekki knúið áfram, það fellur inn í tómarum. Já, og getur þannig bara í raun og svona skotist á milli staða skýst á milli staða á bara nanosekundum. Það fellur inn í rými. Já. Sem og þarna ertu búin að yfirgefa allar skilyrðingar
afstæðiskenningar þessara kenningar að engin eind eða hlutur getur ferðast hraðar en ljósið og annað, við erum alltaf að tala geimverur get ekki verið á jörðinni því þær eru svo lengi að komast í jarðarinnar frá einhverju sólkerfi sem í 29.000 miljón ljósára fjarlægð við getum ekki hugsað þetta svona í hefðbundnum skilningi því að þú getur líka, þú nú séð þetta örgulega á samfélagsmiðlum, þú með svona blað hvað er fljótast að leiðin þess að komast tíðan og hingað, þú brýtur blaðið saman svo tekur kennarinn penna stingur í gegn komið göng, komið ormagöng þú ferð bara frá einu stað til annars og það sé í mörg hundruð eða 1000 ljósára fjarlægð þú ferð bara svona en þá er maður komin í pælingar þegar maður er komin í þessa pælingar að þá kemur þessi spurning hvað með pælinguna að þetta séum við í framtíðinni? Það er líka alveg spæling. Ég meina, það er líka alveg pæling og svo er líka alveg pæling, ég meina, og það, þarna kemur til dæmis Ra-inni, ég meina, hann kemur til jarðar fyrir 11.000 árum til þess að laga upprunalegu hönnunina á manninum, því maðurinn var hannaður. Og hann, ég meina allir... Þú ert að tala Ra, þá ert að tala fyrir þá sem að hlusta, þú ert að tala The Law of One, Law of One. Sem náttúrulega maður bara segir röstuð frá því, þá þetta í raun og veru, það fólk sem að byrjar að channela, það kona sem að fera í raun og veru bara út úr sjálfri sér og byrjar að þau nota ákveðið prótokól og hún nær þá að komast í samband við þessa innan gæsalappa veru sem að kallar sér Ra. Samþætt minningar samfélagsvitund eða hvað heitir það? Social Memory Complex Social Memory Complex frá plánetinu Venus Jú, þetta var semst bara samfélag einstaklinga á Venus fyrir mörg hundruð milljónum árum síðan og þessi hópur náði bara það andlegum þroska og hún fer upp í 4. vídd og hún fer upp í 5. vídd og þá er efnisformi bara farið að leysast upp. Og þau verða að einni samfélagseiningu. Handan efnis. Og nú eru, þegar að Ra talaði við þessa einstaklinga, árið 1980 eitthvað, man ekki hvað þau voru 3, það var einn sem ritaði og það var einn sem stýrði þessu og spurði spurningana og svo var það Karla, hún var fjarmiðillin. Þetta voru 4 ár, þetta voru 106 viðtöl svo voru tekin. Og hún veiktist mjög illa eftir þetta. Já, hún var alveg búin aðgreið. Þetta kláraði hana bara. Þetta bara algjörlega kláraði hana. Og Hilkið hefur ekki alveg náða að halda á þessari tíðni. Nei, algjörlega. Ra er náttúrulega ekki að grínast. Hann er heavy shit, Og en hvað sagður með hann hafði komið til að breyta hönnun mannsins? Já, maðurinn var á einhverjum tímapunkti hannaður. Og tweakaður. Hann var tweakaður en svo má auðvitað spyrja sjálf og hvaðan hann kemur. Ég er ekki alveg komið það langt í þessu öllu saman. En hann var tweakaður og uppfærður og gerður að þeirri útgáfu, DNA-esku útgáfu sem við erum í dag. En þó voru ákveðnar orkustöðar læstar af og fyrir vikið er stór hluti af DNA-kerfinu okkur hulið. Það er kallað DNA junk, DNA rusl. Við auðvitað köllum það rusl, eða genafræðingarnir kalla það rusl því að í hroka þeirra dettur þeim ekkert annað orðið í hug. Fyrst við skiljum þetta ekki, þá hlýtur þetta að vera rusl. Og þegar að fólk talar að nota orðið activated, eða þú ert aktiveitaður, þá ert í raun og veru að ná að aktiveita stærri hluta DNA-inu. Já, sem afleiðing að því að opna á þessar í rauninni 6 auka orkustöðar sem búa innan með okkur. Við erum ekki að tala bara eitthvað samadhi bliss, bara eitthvað eins og eitthvað gott DMT-trip, Við erum að tala óskilyrta samfélags alheimsvitund, sameiningu með skaparanum sem skapaði allt. Og Ra er ekki kominn þarna. Hann er kominn af Guði, en hann er ekki sólguðin Ra eins og hann var tilbeðin. Þess vegna yfirgefur hann jörðina. Því að mennirnir voru bara ekki að fucking fatta þetta. Þeir bara horfðu á hann sem Guð. Hann var búin að vera þarna í 200-300 ár, byggði píramidana með þeim og
hann fór til Suður Ameríku og byggði þar einhverja píramída og gerði alls konar. Píramídin var byggður í þágu heildarana til þess að hjálpa fólkinu að komast í þessa vitundauppfærslu með alls konar kristulum og hljóðtíðni og veist, ég meina, þeir lyftu þessum mörg hundru tonna steinum bara með hljóði og orku, bara með ljósorku. Steinar urðu að lofti. Þessu bara lyftu upp með hugarorku. Sko, þegar þú segir þetta, þá eru örugglega margir sem er að hlusta sem mitt hugsa þetta nú eitthvað vúví. Þetta er vúví. Þetta nú eitthvað vúví, sko, en þá mitt hugsa maður, sko, Fyrir ekki, hvernig ætlar að útskýra hvernig píramídin voru byggðir? Ég ætlaði að segja það. Ég ætlaði að segja, sko, áður en að fólk lokar eyrunum þegar það hlustar á eitthvað svona, þá er svo gott að spyrja sig, sko, en ef þú ferði í algjörð, ef þú ferði alveg upp í 30.000 fetin og skoðar það hvernig okkur sagt að píramídirnar hafa voruð til, þá er það í raun og veru fáránlegra heldur en allar vúví hugmyndir. Það er bara ekki hægt. Það er bara algjörlega útilokað. Það er útilokað að píramídirnir hafa verið byggðar. Þú gætir ekki einu sinni byggt í dag með nútíma krönum, einhverjum vaskheldum demansögum, þetta er ekki hægt. Ég meina það er að finnast vasar úr sko rósagranít sem að talar sem svona hljóðskálar sem voru notaði til þess að hjálpa til við að lyfta þessu steinum og gera hitt og þetta. Þetta eru rósagranít, þetta er harðasta steintegund í heimi, þetta er harðar en stál og þykktin að þeim sums staðar er 0,1 millimetr. Þetta er svo eggjaskurn. Þú setur ljósaperu að nonni, þá lýsir í gegnum hana. Og það er búið að fara með þetta í laserskönnun hjá sérfræðingum sem eru í því að hanna og smíða sem sagt blöð í þoturhreyfla fyrir Rolls-Royce og svona drasl. Þannig að þeir eru að mæla þetta bara út og koma með bara einhverja 10.000 ása til þess að mæla hversu nákvæmar þessar skálar eru, geta verið svona stárar. Og frávikinn, þú tekur til dæmis bara eitthvað svona miðjupunkt á einhverju gati, einhverju snúning eða einhverju blað, hann er kannski 1/20.000 út tommu og niðurstaðan var þeir gætu repliketað, þeir gætu endurgert þennan vasa í dag með háþróuðustu CNC þrívítar laser prentunar græjum eða hvað þetta heitir allt, mögulega í plast eða akryl eða eitthvað svoleiðis. En í rósagranít, sorry, það er engin búnaður í heiminum til í dag sem getur gert þetta. Þetta er ekki til. Getur þetta ekki. Og svo koma þessir Egypta brjálæðingar og bara, þetta var bara gert með hamar og meitli. Hvaða hálfvitar halda að við séum? Þetta er ekki hægt. Nei, það er ekki hægt að horfa fram hjá þessu. Þetta er nefnilega einmitt. Það er svo, og það er svona kemur maður aftur að þess að þú sagðir að ég hefði sagt við þig að ég hef alltaf svo gaman á hann númar. Og hann hefur sagt við mig nokkur sinnum, já, Sölvi, við erum að byrja að muna hver við erum. Við erum að byrja að muna hver við erum. Og þá er það einmitt þetta, sko. Ef maður fer í alvörin að bæla í bara Machu Picchu og píramídunum og öllum þessum fyrirbærum hér og þar heim. Og maður er bara svona, heyrðu, það hvernig okkur er kennt í einhvers konar sagfræði og landafræði að þetta hafi orðið til, meika bara engan sens. Það er bara útilokað. Já, það er útilokað. Og ætluðu þá bara Gútt er það? Ég ætlaði þá bara, eins og þetta sem var svo mikið komið í kringum COVID og þetta er bara vísindalega sannað og þú ert bara áhlattur, skilur, það er bara svona, nei, þetta gengur gegn öllum möguleikum sem að við vitum. Þannig í raun og veru eftir stendur að þá hlýtur þetta að hafa orðið til með einhverjum hætti sem er mjög erfitt fyrir okkur að skilja. Út af því að við erum, þá kemur líka spurningin, skilur, í mínum huga er þetta alltaf tveir möguleikar. Það er annarkvort voru við komin í það miklu, miklu lengra sem einhvers konar samfélag og svo varð einhver, kjarnorku styrjöld eða eitthvað sem að bara væpaði þetta allt út og við þurftum að byrja upp á nýtt. Eða er eitthvað annað, eitthvað svona telepatía eða eitthvað handan tíma og rúms, þannig að það er þetta svona bara hvað er framtíð, hvað er fortíð, hvað er nútíð, sko. Það er bara málið. En við fór bara ætlunarverki það tókst ekki. Hvað var ætlunarverkið? Að uppfæra mannsvitundina í hærri tíðni til þess að færa meiri orku inn í samvitundina. Þannig að við sem heild
öll vetrarbrautin getur uppljómast og breyst bara hérna í einhvern kristall. Það var ætlunarverkið. Okkur ekki ætlað að vera í stríði. Og það bara málið. Við sem þriðjuvitaverur, við erum bara í duality, við erum í tvíhyggju. Við erum í stríði og það bendir allt til þess að okkur sé stjórnað af shapeshifterum eða reptilians. Ok, sem hvað þá? Sem bara, þetta bara hópur af ójarneskum fjórðu og fimmtu víddarverum sem eru í tímabundnum álögum sem samgendar skertar verur og þessir einstaklingar eru sem sagt, þetta eru shapeshifter, þeir geta tekið hvaða form sem þetta eru forsetar, þetta eru stjórnendur, þetta eru forstjórar og stofnendur sem sagt, fyrirtækja, stórfyrirtækja, þetta hefur með lyfjaðina að gera, þetta hefur með matvæliðina að gera, þetta hefur með vopnaðina að gera, þetta hefur með orkuðina að gera. Þetta eru allt fyrirtæki sem eru rekin út frá psykopatískum áformum í algjörum samkendarskort. Og þetta eru geimverur sem eru hérna á jörðinni og sem hafa sem sagt, í rauninni bara hafa það eitt að markmiði og það að þræla væða 99,9%. Og við lifum bara á tímum þrælahalds. Það ekkert öðruvísi. Undir bara einhverjum hatti, einhverjum normhatti. Og hvað á þá í þínum huga að vera þræll? Vera þræll, það að vera óhæfur til þess að sjá að ég bý yfir frjálsum vilja. Og óhæfur til þess að sjá að ég ber ábyrgð og meðal annars ber ég ábyrgð á því að sýna borgaralega óhlýðni þegar það á við. Og innsæið mitt segir mér hvenar það á við. En þá er maður aftur komin í þessa pælingu sem að því ég geta alveg ákveðin áttur í sammála þessu, en ef hver og einn ákveður fyrir sig hvenar borgaralega óhlýðni réttlætanleg, að þá líka alveg, þú veist, ég veit ekki hvað ég tek þetta dæmi, en þú veist bara, ég tala eins og bara með Það segja strúktúr sé nauðsynlegur. Nei, bara eins og, þú veist, eins og Palestínu fólki sem brjálan út af því og einhvern veginn trillt yfir því að ef að ég ekki allan daginn að hugsa það að það séu börn að degi í Palestínu, þá ég bara samsegur með þjóðamorði og þá ég vond manneskja og við eigum einhvern veginn öll bara að vera trillt. Þarna myndi ég segja bara, hold your horses, verðum við ekki bara byrja á að reyna að taka ábyrgð á okkur sjálfum, koma vel fram við nærumhverfið okkar, lifa í sátt og samlit og friði hér fyrst, áður en við séum einhvern veginn í einhverjum trillingi og ofbeldis orku að koma fram við hvort annað út af því að það eitthvað stríð í gangi út í heimi, sko. Jú, þú býrðu við frjálsum vilja. En þá myndi ég segja að þessi manneskja myndi þá segja að þetta skylda mín að vera í borgaralegri óhlýðni. Já, en þessi viðkomandi manneskja getur bara hringt í sponsorinn sinn. Það ekki flóknara. Það bara ekki þitt vandamál. Hvað meinar hringt í sponsorinn sinn? Það sem ég meina bara, þú getur ekki mótmælt stríði með stríðsorku. Nei, en þá sem ég myndi að segja mitt skilur að það þessi spurning sem að maður talar bara lög og reglur, að því í grunninn ég dálítill anarkisti, í grunninn ég svona, þú veist, mitt, einhvern veginn lögregluríki og fasismi svona það sem ég óttast mest af öllu, en að samaskapi skil ég alveg að ef að ég fæ ákveða fyrir mig, hvenær ég má beygja lögin og reglunar, þá Siggi í næsta húsi þarf þá ákveða það fyrir sig og þá mjög stutt í við sem komin í bara einhverja anarkíu, sko. Lífræna anarkíu. Það það sem að við erum... Þannig ég myndi alltaf segja, ég sammála þér, að ef að fólk væri búið að vinna það mikla sjálfsvinnu og það vel innprentað, að það væri að koma frá algjörlega hreinum stað þegar það fer í borgaralega óhlýðni, þá myndi þetta make sense, en það bara svo mikið af borgaralega óhlýðni sem kemur frá skökkum stað. Já, en það líka ekki raunverulega anarkía, það stjórnleysi. Það ekki það sama. Anarkí og stjórnleysi fyrir mér ekki það sama. Nei, sammála. Eða kannski ekki stjórnleysi, það sem ég að reyna að segja lífræn anarkía virkar þannig, ég meina, það tilgangur með býflugum. Það vinna allir fyrir hvora aðra. Já. Og ég, að vera anarkisti þýðir ekki að ég á að vera eitthvað út í samfélaginu sem ósjálfbær og óskilvirk eining. Bara að taka. Ég lifi í samfélagi sem eru notaði peningar og ég þarf að kaupa með vörur og ég þarf að selja vörur. Ég meina, þannig á þeim staði erum við bara núna.
Ég kýs að vera á þessum stað, ég get þetta verið bara ekki stárt á landi og búið ykkur kofa og rækta kartöflur, ég get það alveg, það kemur að mínum frjálsa vilja, en ég kýs að búa hér í fjölbýli og það þýðir að ég sem sagt bara tek þátt en svo koma bara upp aðstæður eins og kemur fram í COVID. Það sem að innsæðið mitt segir mig bara svo sterkt að hér eru ill öfl að verki. Það er logið á okkur hvað varðar uppruna þessara svokallaða veiru. Það er logið á okkur að hversu sjúklega hættuleg hún versus taktu ónæmiskerfið þitt í gegn og vertu viðbúin, þú munt verða í lagi og það er logið á okkur hvað varðar þessi efni sem að meiri hluti fólks kýsa að kalla bóluefnin það ekki, heldur eitthvað allt annað. Innsæðið mitt segir mér þetta í COVID og sem þetta bara verður til þess að ég bara, frekar myndi ég þurfa að sæta frelsisvitningu heldur en að láta sprauta þessu efni í mig, Gerði þetta fram hjá Laugardalsvellinum sem hérna við liðnaðir, horfði á þessar raðir þarna inn og bara, eitthvað sveppi leikhúshópnum sínum og þannig ég alveg sammálaðir þannig ég alveg sammálaðir og þetta var mín tilfinning líka fyrir utan alveg blábyrjunina þegar að þetta var svolítið svona, við vitum ekki hvað þetta og þetta kannski bara eitthvað stórhættulegt en mjög fljótlega var komið í ljós að þetta var eitthvað skakt og mjög fljótlega, ég held að mjög margir hafi fundið jafnvel fólk sem lét bólusetta sig einu sinni fann samt, það eitthvað skakt við þetta, það eitthvað rosalega óttastjórnun í gangi og þetta eitthvað skakt þetta eitthvað mjög skrítið og ég var einmitt bara mundi eftir ég bara áðan að það hafi verið sjálfsagður hlutur að ef ég greindist með COVID þá mátti ég í 14 daga ekki fara út til að fá mig súrefni. Já, tímabili varstu lokaður á hótelherbyggi? Já, ég segja skilur þá, ég segi bara, mér finnst bara ekki, mér finnst við ættum að koma okkur saman það að það ekki undir neinum kringumstæðum, aldrei í lagi að ríkið banni mér að fá mig súrefni. Nei. Mér finnst það bara að vera svona einhvern veginn bara, hvað er næsta skref bara, að skjóta mig í hausinn, skilur. Þetta bara of langt gengið. Já, en það var þetta tilraunaverkefni. Þetta var tilrauna, veiran var náttúrulega bara manngerð og henni var sleppt viljandi í þeim tilgangi að framkalla ástand og mæla og greina og safna upplýsingum, gögnum í rauninni bara hegðun fólksins í þessum aðstæðum í þeim tilgangi að bara sjá hvernig þú getur rekið þennan kindahóp í rétt hólf og öðlast stjórn og verkefni gekk bara mjög vel og svo ofan í kaupið þá náttúrulega bara var sett einhver efni í 99% af fólki og það nú bara nýjustu rannsóknir eru að sýna að þessar tölur, hvað varðar hversu mörgum mannslífum þessi efni áttu víst að hafa bjargað þær voru bara stór, bara algjörlega á skjön við raunveruleikann. Fjöldin á fólki sem talið að þessi svoköldu bóluefni eiga að hafa bjargað, þetta eru bara einhverja nokkra milljónir, ég meina hvað voru margir miljardar af bóluefni og skömmtum framleitir. Þetta eru konur aðeins út frá upphaflegu pælingun okkar, það alltaf bestu samtölin, og það þessi pæling með að því við erum komin aðeins í þetta með, order og chaos, ef þú ert að byggja upp samfélag, þá þurfum við ákveðið order, ef að hver og einn ætla bara að vera með sína eigin reglur, en ef við værum öll rosalega vel innstillt, búin að vinna rosa mikla sjálfsvinnu, þá þyrfti ekki lögreglu og her og þyrfti ekki neitt. Ekki dómsvald og ekki neitt. Nei, ekki neitt. Og í grunninn ég dálítið þar að, vald boðað ofan, mér finnst einhvern veginn að við ættum að reyna að hafa það eins lítið og mögulegt eins lítið og und að hið opinbera leyfi þegnunum að lifa lífi sínu sem mest bara í friði og láta fólki friði. Og ég farin að sjá, leiðilt að segja þetta því ég veit alveg mjög mikið að góðu fólki í lögreglunni, en ég farin að sjá stundum bara lögreglu í nútímanum sem bara hlutverk lögreglu á að vera að halda okkur örugum og stíga inn í ef einhver að skaða. En í dag þetta orðið bara svona, hlutverk lögreglunni rosa mikið bara að
að vera í leyni að sekta mig ef ég keyrði 7 kílómetrum yfir hámarksraða eitthvað staðar þar sem ég ekki að valda neinu skaða. Eða mæta fyrir utan Laugardalshöllina þegar eru tónleikar til þess að sekta bíla sem eru lagður upp á grasbala þar sem þeir eru ekki trufla neitt. Og það bara svona hlutverk ykkar að eitthvað fólk sem streða við að borga reikninga hver einustu mánaðamót, að þið séu svona að setja það í kvíðakast, ekki að þetta fólk gerði eitthvað af sér. Við vitum að allir bílar sem að keyra hérna Bartholtsbrekkuna, þeir keyra stundum á 95, sko. En ef öll umferðin að keyra á 95 og það góðu dagur, þá ertu ekki að valda neina hættu, sko. Mér finnst svona einhvern veginn, mér stundum svo stutt í að bara reglur eru reglur. En þá þurfum við að spyrja hann, akkur þessar reglur? Og þessar reglur eðlilegar? Og það mitt náttúrulega ástand að það alltaf gagnrýnin í hugsun og spurja reglur, en það svo sumir lifi þeirri heimsmynd að ef það regla, þá segi ég já og ég spyr ekki einu sinni hvaðan þessi regla kom og þá það bara svolítið svona ok, þú veist, ef allir hefði átt að vera í froskabúning í COVID, þá held ég bara rosa margir farið í froskabúning bara því hið opinbera sagði þeirra að fara í froskabúning þannig sá ég þetta, ég var bara svona ég var að rifja það upp einhvern veginn þegar átti samræður þegar ég kom til Barcelona sumarið 2021 þegar COVID búið að vera í gangi í 16 mánuð eitthvað og ég mæti þarna á 4-stjörnu hótel og það átti að vera teketill upp á herbygginu mínu, það var á myndunum á booking og ég ætlaði að hella mér upp á kaffi og það er enginn teketill finnir ég ágreiðsluna, teketill sem voru herbygginu, nei, það er COVID ok, hvað hefur COVID með teketillin að gera? Já, það er bara COVID, það er reglur ég sé ok, og svo bara byrja ég að ræða þessu manneskinu sem þú sér það, teketillin smita mig ekki að COVID, ég smita ekki teketillin og enda með því að þú veist ég horfi inn í svona augu það sem er svona eins og þessi fyrsta skipti einhverja kveiki og einhverju peru og svo allt í einu kemur núma hvað er herbyggið, eða 302 heyrðu ok, ég kem með teketillin og eftir og svo bara daginn eftir þá er ekki hnífur og gaffall, það er svona aftur akkur er ekki hnífur og gaffall, eða COVID En byrju, af hverju máttur ekki nota hníf og gaffal og tekið til? Ég meina, hver voru rökina bakvið? Ég horfa á þetta bara svona, þetta er bara eitthvað svona hlýðni tilraun. Það sem er bara svona verið að tekka bara hvað. Það var svo mikið af þvættingi. Já, ég veit. Skilur, og þá er það bara svona, ok, maður gæti alveg keypt sér inn í, heyrðu, ok, ef það allir verið með grímu, þá get ég var alltaf með hana fyrir neðan nefrindar, því mér langaði ekki að stoppa innflæði súrefnis. Í gegnum þá get ég alveg verið með þetta bara fyrir ofan munnin, flott, skilur. Og ef ég lapp inn í búð og þú böggar mig ekki, þá er ég alveg til að vera með þessa bleiu framan í mér hérna yfir munninn á mér, skilur. En samt, þú veist, bara, við vitum alveg að þetta er bara þvættingur. Þetta er ekki að skila neinu, skilur. Þetta er bara della. Það kom manneskja með grímu inn í búðtíminu daginn og var að eiga samskipti við mig og ég baði hann að taka af sig grímuna. Af því að ég sagði við hann, ég heyri svo illa, ég verði að fá að lesa varir. Og ég sé ekki framan þig, ég bara bannaði að vera með grímur inni. Og hún bara tók að þessi grímuna, það var eitt mál. Ég meina, halló, fyrir 10 ára síðan, ef þú labbaði inn í búð með grímu eða hjálm, hefur ekki séð svona bensinstöðum og sem ég sá þetta í Danmörku, þú máttur ekki mæta inn með hjálm. Mætti ekki mæta inn með skikt andlit, sérstaklega inn í verslun og gefa reiðu fyrir og svona, mætur ekkert inn í búð með grímu. Það er bara út í hött, en hún ætla að tóka sér grímuna. En þetta er bara, þetta eru verk reptilians. Og mér langar aðeins bara hérna, svona í lokin. Sko, það er vitnaleiðsla núna, frammi fyrir fulltrúa deild bandaríska þingsins núna í byrjun september. Og þetta er sama task force og er búin að knýja fram þessi JFK-skjöl, ég ætla að hluta að þeim og er búin að vera að pankast út af þessu Epstein-drasli. Og þeir eru líka að knýja fram einhverja uppljósturinn á gögnum hvað var þetta UAP, UFO-dót síðustu 80-90 ár. Og það eru búin að hafa verið haldnar vitnaleiðslur 2022, 2023, 2024 og núna er vitnaleiðslur að fara í gang í byrjun september. Og sem undirbúningur af þessum vitnaleiðslum, þá var haldið málþing á vegum bandaríska þessara fulltrúadeildar innan þingsins. Það sem að 2 þingmenn mættu, það var Erik Burleson og Anna Paulina Luna sem stýrir þessari þingnefnd, hún var skipuð af Donald Trump. Og þau mæta þarna á fullt af uppljóstrurum og liði, meðal annars Avi Loeb sem er maðurinn sem Harvard prófessorinn sem núna verið að tala 31 Atlas, stóri loftsteinin sem á leiðinni til jarðar, sem við getum líka farið aðeins inn á, það er mjög gott koncept og hefur svolítið með óttastjórnun að gera.
En þarna maður sem heitir Dr. Eric Davis og hann með 30 ára reynslu sem vísindamaður á vegum NASA, ykkur svona kjarnorkufræði og eðlisfræði og ykkur svona drasli. Og semst hann unnið fyrir NASA og varnarmálaráðuneytið í Bandaríkjunum. Og hann búinn að vinna við eitthvað af þessum orkutengdum málum, tengt þessum flygildum. Og var búinn að halda hérna einhverja ræðu og þetta allt saman og þetta í beinni útsendingu og þarna situr bara Eric Burleson, þingmaður við hliðina á honum og Anna Paulina Luna og þetta bara í beinni útsendingu í sjónvarpinu og hann Eric Burleson, þingmaður, þetta bara háttvirtur þingmaður bandaríska þingsins, spyr hann Eric Davis og já ok, þeir eru búin að ná þessum flygildum niður í gegnum þetta í gegnum þessi djúpríkisprógram ykkar. Ég meina, vitið eitthvað hvaða típur af verum, og hann átti svolítið erfitt með að segja þetta, veist, aliens, hvaða típur af verum þetta sem hafa fylgt með þessum flygildum? Því hann alltaf búin að fullyrða það, eins og margir, að það væru sem sagt biologics, sem sagt áhafnir flygilda sem að koma með ýmist látnar eða ekki. Og hann sagði að það væru 4 svona mest þekktar típur af geimverum á jörðinni. Og það eru þessa klassísku popkultúr alien típur, hérna The Greys, þessa gráu litlu. Þetta svo lítið börn, þú séð það bara, með þessi stóru höfuð. Þetta eru geimverurnar sem þú sérð alltaf. Með stóru svörtu augun, litla rifu, eiginlega engin eyru. Þetta eru verurnar sem komið með Roswell til dæmis, 3 2 látnar, einlifandi. Hugsa telepatist, sem sagt, samskiptin eru telepatísk. 4 fingur, langir útlimir, stundum í búningum, stundum ekki, kynlausar verur og þetta eru hybridar, þetta eru svona organískir róbótar, má segja. Og eru oft í rauninni bara eins og vinnudýr fyrir aðrar típur sem sagt af geimverum sem ég ætla að koma aðeins inn á hérna líka. Það eru sem sagt þessar The Greys, svo það Tall Whites og þær lifa meðal okkar. Sumar hverjar vita meira sig einu sinni af því að það séu sem sagt af ójarneskum uppruna. Þetta kynslóður aftur í tíman. Þetta eru kallað Tall Whites eða The Nordics. Þetta eru hávaxnar, oft svona ljóshærðar verur, kraftlega byggðar með blá augu, rosalega ljósar, nánast bara eins og albinó, sko. Það lifa meðal okkar, veist, eru bara að vinna fyrir Ísafía og Kringlunni og svoleiðis. Og svo ertu með hérna... Hver er munurinn á þeim og einhverjum öðrum sem eru að vinna fyrir Ísafía eða Kringlunni? Já, munurinn sá að þær eru bara beinar af ójarneskum uppruna, ekkert svo marga kynslóður aftur tilbaka og veit ekki að þeim. Og svo ertu með insectoids og það eru gáðar verur, það eru sjöttuvítar verur. Það eru svona uppundir 2,5–2,7 metra háar, það eru eins og engisprettur. Þetta eru mantis, þetta eru verurnar sem mæta þegar þú reykir DMT og ferð inn í rýmið og mætir skordýrahöfðina, sko. Þetta eru mantis, þetta eru verur sem að nota meðal annars auðvikandi efni, svona DMT, 5-MeO og psilocybin og meskalín og ayahuasca og hvað það heitir allt, sem brú yfir í 4., 5., 6., 7. vít. Og þar geta samskipti farið að eiga sér stað því þú ert farin að heyra, sjá og skynja á allt annan hátt. Með þökk þessara náttúrulegu hugvíkandi efna sem okkur voru færðinga á jörðina. Og svo það eru insectoids. Og insectoids hafa oft verið nefndar í svona brottnámstilfellum, sko. Og þá hafa The Greys oft verið með sem svona vinnudýr, en insektarnir, það eru dýrin sem stjórna. Og svo ertu með, og það er hópurinn sem stýrir jörðin í dag. Þetta er breska konungsfjölskyldan, þetta er Bush-fjölskyldan, þetta er Clinton-fjölskyldan. Þetta er fólkið sem stýrir. Það eru reptilians, það eru shapeshifterarnir. Þetta eru Draco-fjölskyldan, þetta eru Orion-beltið, þetta eru verurnar sem koma frá stöðum sem við vitum hvar eru. Þetta eru bara stjörnuþyrpingar, þetta eru bara hópar sem eru ennþá 5. og mögulega skríða upp í 7. vít. En í 3. vítinni, og þarna kemur þetta þjónustusölu, ég búin að vera þjarma svolítið að þessu, ég búin að vera að segja frá þessu. Við stöndum á gatnamóti núna í 3. vítina sem við þurfum að fara að velja. Og velja hvað þetta snýr að þjónustu. Þú verður að þjónusta. En spurningin ætlar að þjónusta sjálfan á þig, eða ætlar að þjónusta heildina.
ef þú ætlar að þjónusta sjálfan þetta snýra frjálsum vilja, þá getur þú gert það er ekkit að því, þá gerur það bara og þá myndu þurfa að ganga grýttan veg upp í gegnum fjórðuvítina. Þetta svarthöði sko, þetta the dark force. Svarthöði var mjög máttugur sko. Hann var með force, nema þetta var dæmt þess að mistakast því hann hafði ekki ljósið sem Jedi-etnir höfðu sko. Það eftir með eilíðar eðlið, ljósið lýsir upp myrkrið. En þegar að vera sem kýsa þjónusta sjálfan sig, service to self, kemst upp í gegnum fjórðu, fimmtu vít, þá verða þeir illskittir og þaðan koma þessi reptilians klíkur. Þetta eru illskittar verur því þeir eru óttaslegnar, þeir eru keyrðar áfram á tvíhyggju og þeir eru búin að rotta sig saman með öðrum hópum sem að líka eru keyrð áfram af eigin hagsmuna markmiðum. En þegar það koma upp í sjöttu vítina, þá er svo mikið ljósorka og þar er Ra, þar er social memory complexi Ra og það er svo mikið ljós í þessari sjöttu vít að þessar verur verða að velja upp og nýtt og þar hafa engra annara kosta völ en að velja að endurskipuleggja sig algjörlega upp á nýtt og fara að þjónusta heildina. Þannig að þetta eru bara vaxtaverkir. Þannig að vont er ekki vont. Þetta er svo áhugavert sko því að... Vont er bara á leiðinni inn í ljósið. Þetta er bara lengri leið og hún er grýttari. Og getur vel verið að fylgja þetta einhver sásauki bæði fyrir veruna sem slíka sem og einhver sásauki sem þessar verur valda öðrum, en þetta er allt út frá gefnum forsendum. Þetta er þetta kosmíski balans sem er í gangi. Stríðin eiga að vera, þetta á allt að vera, þetta er allt út frá gefnum forsendum. Þetta er bara vaxtaverkir yfir í ljósis alveg. Einmitt, og það er sko einmitt samkvæmt þessum pælingum með í Law of One og þá er einmitt þessar víddir, sko, þriðja er það sem við erum í hér og svona að nálgast fjórðu. Við erum að nálgast fjórðu. Það er að hækka, tíðinin er að hækka. Já. En svo er einmitt fjórða, fimmta og sjötta, en er það ekki rétt að mér að það sé ekki fyrir í áttundu sem allt saminast? Sko, í áttundu vítin ertu Guð. Og þá er það sem ég ætla að koma að. Mér er svo áhugaverð pæling. Nú er ég ekki búin að prófa 5-MeO, DMT eða Bufo sem er þroskaeitrið, af því það er svona af öllum þessum hugvíkandi efnum, þá er eins og það sko, ef þú ferði það sem er kallað full release, ef þú nærði að taka nógu mikið ónýðið þegar þú reykir og einhvern veginn nærði að slaka nógu mikið á, þannig að þú nærði að sleppa alveg tökunum, að þá ferðu í non-duality ástand. Ferðu í sköpunina. Þú bara ferði að vera Guð. Og ég hef talað með fólk sem lýsir því að það hafa upplifað þetta ástand, skilur, og þá bara ertu, þú veist, þetta er eitthvað sem er bara erfitt að útskýra með tungumálun okkar og í þessum heimi, en þá bara ertu orðin að einu með öllu. Ég held að sé réttar að segja þannig, þú færð innlit inn í þennan veruleika. Ég er að segja það, þú færð... En þú færð ekki handleikan. Nei, þú ert bara... Þú hefur ekki unni fyrir því á þeim tíma. Þú ert náttúrulega bara í 15 mínútur inn í, þú ferði eitt sessjón í... Út í 15 mínútna stúkusæti. Já, en þú færð að upplifa þetta og þá er það með þessi pælinga, þá skýrst í gegnum, þú færðir á korteri, færð að fara alla leiðina upp. Já. Og síðan er spurningin, sko, svo kemur alla leiðina hérna tilbaka niður. Hvað ert í raun og voru búin að vera að upplifa? Orðin ljúa, ef ég ætla að fara að reyna að koma þig í orð, þá er ég strax svona að ljúa þér. Ljós. Það er bara ljós. En þá kemur einmitt annað, út af því tala þess að gefnu fórsendur, annars sem maður er pælt í er, sko, að ef við göngum út frá þessu, að það sem við erum að segja, og við náttúrulega, auðvitað fólk að vera með gagnrýna hugsun, þannig að það getur vel verið að það sem við erum að segja sé bara eins og hvert annað kjaftaði, þó að við trúum því, að þá, ef við gefum okkur þetta sér rétt, sem við erum að tala um að þá kemur þessi pælingar hvað ef að því nú hef ég upplifað þannig ástand að ég er bara að síga inn í blissið og ég er bara að baða mig í blissinu og þetta er bara fullkomið ekstasi en svo allt í hennu kikkar inn mér var eftir að leiðast þér er ég bara að fara að vera hér að eilífu og þá nota ég orðið að eilífu það er svo stórt að eilífu og þá kemur þessi spurning sko ef að við erum Guð,
þurftum við ekki að skapa þetta duality og þess að tvíhyggju til þess að hafa gaman, til þess að hafa einhver verkefni og til þess að hafa eitthvað skilur, því annars erum við bara, ef við verum bara öll eitt og við erum bara öll í blissi, þá erum við ekki með neitt point of reference, þá vantar okkur, þú veist, við getum ekki alveg vitað hvað það er að líða æðislega nema að hafa prófað að líða ömurlega og við getum ekki vita hvað er gott nema að vita hvað er vont, við verðum að hafa. Ég var bara sorgmættur því ég var að lesa Ra, ég hugsa bara, oh my god, hvað verður Gunna? Hvað verður mig? Nei, því það er þú veist, því að allt í einu er þetta bara orðin eitthvað svona samþætt minningar samfélagsvitund, bara eitthvað social memory complex, hvað með mig? Hvað með ég? Ég ætla að mynda að segja það sem hvað með bílið minn oft á tíðum konuna mína og stelpuna mína og hvað með allt þetta drasl og verkefnin mín og því ég hef upplifað það þegar ég kem út úr sko góðu psychedelic ferðalagi, þar sem ég hef náð í þetta ástand, náða bara í raun og verið fara í algjöran egodauða að þá samtíð ég kem tilbaka, þá er ég bara sér hvað ég þakkláttur fyrir kærustunum mína, sér hvað er gott að finna gott bragð af mat, sér hvað er gott að fá að vera svona dens í þessum líkama og fá að upplifa allt. Já, því þetta hefur með hvatir og langanir að gera. Já, okkur langar í tengsl, okkur langar í breytingar, okkur langar í þetta, okkur langar í hitt. Svo erum við með þessar hvatir. Veist, við erum bara ennþá þar, en svo erum við að fá innlit inn í þessar vittir og ég vil meina það, veist, það má vel vera að við séum þriðju vítarverur en fólk er að uppljómast í stórum stíl og við erum komnir að þessum stað núna sem við þurfum og ég get ekki ítrekað þetta nóg hvernig ætlar að haga þjónustinni? Ætlar að haga henni í þágu sjálfsins eða ætlar að haga henni í þágu heildarinnar og ef þú ætlar að haga henni í þágu heildarinnar þá kemur að því að íhuga hvernig þjónar heildinni því að þú getur ekki þjónað einstakling nema það leiðan inn í sjálfbærni ef þú ætlar að fara að bera einhvern aumingi á bakinu í 50 ár það er ekki þjónusta. Það er rán. Þá er ég að ræna viðkomandi einstakling eða hóp eða samfélag af þessu tækifæri sem snýr af frjálsum vilja og lífrænni upprisu. Eins og við höfum séð fólk rísa úr öskun í eldin. Þurfum eiginlega, þú ert að því ég nefndi við þig hérna lofa von og þú ert að duglegur að þú veður bara í málið. Það er annað sem það hefur verið að kveikja mig núna, hefur eitthvað skoðað David R. Hawkins. Nei. Hann skrifaði meðalans bók sem heitir Power vs. Force. Ok. Og þá er það einmitt þetta, skilur, að við skoða þegar þú nærð á ákveðið tíðnistig, að þá, þú veist, þetta forsið er þá, þú veist, þetta klassíska íslenska, sko. Því ég þarf að bretta upp ermar, ég þarf að vera hérna með krefta hnefa og vera ógeðslega duglegur til að fá einhverja útkomu og soldiðið mitt fyrir mig. Á meðan að power væri, ég er bara að vinna þannig og það þýðir ekki að, þú veist, það að þú segir, heyrðu, þetta force er að hætta að virka. Það er hætt að virka að vera með kreftan hnefa og vera með hnefan á lofti. Það þýðir ekki að þú er að vera latur. Það þýðir einmitt að þú er kannski að lifa öguðu lífi í því að vinna þannig í orkustöðunum þínum og tíðninni að þú sér bara að hækka tíðnina þína það mikið að þú byrjar að laða að þér hluti í staðin fyrir að þurfa að hlaupa út og hafa fyrir þeim. Og þetta er allt, sko, ef ég er að skilja þetta rétt, þá er öll bókin, þetta er gæi sem var búin að sigra svolítið í þessum heimi, hann var multimilljóner og með mörg hús og en svo var hann bara orðin fára veikur, hann var að eigin sögn kom með 20 ólæknandi sjúkdóma þegar hann var 50 ára gamall, fer út í skó og sem bara annarkvort er ég að fara að deyja eða ég finn út úr þessu. Og hann læknaðist öllum sjúkdómanum. Og býr til það sem hann kallar map of consciousness. Og þá er hann með tíðniskala frá 0 upp í 1000 og frá 0 upp í 200 er svolítið svona service to self. Þú veist, það er svolítið svona lægri tíðnin sem snýra, þú veist, ég þarf að ná í hluti fyrir mig og græðki og allt þetta. Og frá 0 upp í 200 ef við erum að fara rétt með, að þá er þetta bara svona venjulegur töluskali. Þannig að þú veist, hækkun 10 stig þýðir bara hækkun 10 stig en eftir 200 byrjar hann að verða meira eins og Richterskali sko. Svona veldisaukning. Já, verður veldisaukning og samkvæmt þessum pælingum hans eru ekki nema, þú veist,
það eru ákveðna tilfinningar sem fylgja hverju tíðnisviði og þá getur líka farið að máta samfélög inn í tíðni og þá getur til dæmis farið í að samfélög sem eru kannski uppfulla skömm, einhver þriðja heimslönd sem eru í mikilli fátækt og svona, þau eru föst í sameilu og sásöka líka undir 100, skilur og meðan að svo með land eins og Ísland sem er komið nála 200 en það er svolítið hættulegur staður af því þá ertu komið nógu hátt og því líður nógu vel til þess að þá ertu að vinna rosalega mikið með præt og ego en það gengur nógu vel til þess að skilur það er oft alveg svo bara alkohólistinn sko, hann nær að spinna sér frá botninum en ef þú ert dálítið vel fyrir ofan botnin þá getur þau bara alveg rígfastur í þú veist, það gengur nógu vel til þess að ég er bara með reynsóverinn hérna og ef þú ætlar að fara að segja mér þessi eitthvað hjá mér, bara fokka þér, skilur En eftir 200 þá ertu farin að vinna meira með einmitt bara eitthvað sem, þú veist, sem við erum að tala í spirituality og trúabröðum sem svolítið bara svona þú ert að upplifa tíðina hækka og samkvæmt þessu þá sko, þú veist, það eru komin upp í, það ekki margir á jörðinni sem eru komin upp í 500 en þá ertu komin í það sem hægt að kalla uppljómun og svo næri sér stíu upp í sko 1000 og þeir sem hafa komist þá nála 1000 eru þá Búdda, Jesú Kristur mögulega móði Teresa, þú veist, einhverju örfáir einstaklingar í mannkynssögunni, sko. Og mér langar svo mikið að lesa þetta núna, sko, því mér finnst þetta mjög áhugaverðar pælingar. Þetta meikar fullkomið sens. Og samkvæmt þessu, þá er sko svo mikið páver í páverinu, sem þú veist, þá er komin að einn einstaklingur sem að drífur yfir 500, hann nær að nútralisera 10 miljón einstaklinga sem að vinna í heila þjóð. Já, og þess vegna er þá pælingin svo að því fleiri sem uppljómast á endanum verða þeir nógu margir til að hafa áhrif á alla. Þetta er alltaf að breytast. Já, ég vil trúa því. Sko, shapeshifterarnir, þeir ekki séns og þeir vita stríðið er unnið og það er líka það sem ég er að heyra út frá mér. Stríðið er unnið, Galactic Federation er að vakta okkur, sem sagt bandalag, sko, bandalag sjöttu vítar samfélag í vetrarbreytunum okkar er að vakta okkur og er standby og það er að hjálpa okkur og það er að styðja við okkur og þau eru farin að sýna sig þeim einstaklingum sem að hafa þörf fyrir að sjá til þess eins að öðlast trú og vitundavakningu. Og stríðið er unnið, ljósið hefur þegar sigrað og klofnunin er hafin. Vinstri og hægri pólitík er bara öðrum megin og þar fær bara fólk krabbaminn rassinn og deyr og svo það snýra frjálsum vilja, þú getur bara valið að vera í afstöðulausuna þess að þú ert ekki að hlusta á Rausið í Reuters og þú ert bara í uppljómun eða á leiðinni þangað og með það eina leiðaljósið, það er að láta gott að leiða og einmitt að bara að sýna að Guðs kraftur í okkur hérna sé bara öðrum vitnisburður bara kraft Guðs og það er það sem þetta snýst það er máttur einstaklingsins að láta gott að sér leiða í gegnum sögurna sem við segjum og hvernig við komum fram og hvernig við hegðum okkur og hvernig við tölum og það er einmitt bara þetta miðlun á upplýsingum Tommi hefur samband við mig beðum að skrifa þessa bók það er út frá gefnum forsendum ég settist niður og á 7 vikum var ég komið 70.000 orða handrit og ég hugsaði þetta gekk allt og hratt hann gaf mig 5 mánuði þetta hlýtur að vera algjört fucking rusl ég sendi þetta á hann segir þetta er fucking frábært beint í ritstjórn tilbúð, við veit ekki að laga þetta en það var með hljómar svolítið eins og þú veist talandum við höfum eiginlega smala saman góðum hóp og lesa þessa bók saman, Power vs. Force að því ég myndi held að sko þetta er þú lýsa, þú veist, það er það sem gerist þegar þú ferð inn í Power að þá er þetta í staðin fyrir að þú þurfur að hafa rosa mikið fyrir því að setja niður og skrifa. Þetta er að toga þig til... Þetta er mikilvæg átök að skrifa 70.000 orð. Jú, en ég meina, þú augljóslega myndir ekki skrifa 70.000 orð nema því að þetta er að koma úr áreynsluleysi. Þetta kom innan frá mér. Já. Bókin var þegar innan frá mér. Já. Ég fann það. Þetta bara, ég frussaði þessu niður. Og ég er sjúklega spenntur. Ég þarf að fara að klára þetta, ég þarf að fara heim. Hörðu, við erum að kalla það gott. Já, en bókin kemur út mánaðamótin október-nóvember og það er komin hönnuður að henni og frábær hönnuður, sko. Þannig geggjar, ég ætla ekki að segja mikið, en þetta verður framúrstefnuleg kortlagning á því sem er búið að vera í gangi og því sem er í gangi og því sem er að fara að gerast
og þetta ekki komið frá mér sjálfum, heldur eru þetta channelaðar upplýsingar sem og upplýsingar sem eru fengnar frá öðrum aðalum sem hafa channelaðum annar staða frá og uppljósturar. Og svo þetta líka íslenska frásagnir. Já, það áhugavert. Já, og svona í lokin, ég strax byrjaðar að safna í framhald, við ætlum að henda í framhald á næsta ári og þarna ég byrjaðar að safna í rauninni frásögnum upp og nýtt, við erum að tala um brottnám og sýnir og ég vil sérstaklega að tala við flugmenn eða flugumferðarstjóra og nafnleysi algjörlega heitið og það er diskur.iceland@gmail.com Okay. og þetta henda bara á mig mail og það er eitt sem ég ætlaði að segja frá ég get ekki sagt því frá því, ég verð að gera það þegar við erum búin að slökkva, það er svo svakalegt. Það er frásögn sem ég fekk og ég heyrði þessa sögursögn. Skemmtilegt fyrir fólk að hlusta á podcast þegar það endar svona. Verður þetta opið þáttur það? Lokað? Já, jafnvel. Já. Getum alveg hægt að nóg. Ok, ég ætla að tók að ég geti tala undir rós með þetta. Allavega, ég heyri sögu. Það finnst við uppgröft hlutur í grafin í jörðu. Ég ætla ekki að lýsa hlutnum með hvað þetta var. Á Íslandi? Já, Suðurlandinu. Ok. 20 ára seinna leyni þjónusta ákveðins lands, ekki Íslands, eðlilega, búin að grafa þetta upp. Tekur þetta. Vil þetta hverja? Tók þetta. Ég hef samband við viðkomandi einstakling sem var á staðnum og hann fer bara í kleinu. Getur ekki talað um það. Ég pumpa hann, nafnleysi, lofa öllu fáru. Ég get ekkert sagt. Það er á hættilegt. Vá. Og ég spyr, hvernig óttastu? Og segir stjórnvald. Ég veit ekki hvað stjórnvald. Ég get ekki talað um það. Þetta eru 60 ár síðan. 60 ár síðan? Já. Wow, nice. The truth is out there. Já, það er alltaf bubla upp á yfirborðinu núna, sko. Við, fyrir þá sem eru ennþá mjög skeptískir á allt svona og halda í gömlu heimsmyndina þá segi ég býðið bara, sko. COVID var bara byrjunin á því að opna leiktjöldin fyrir okkur og sína okkur hvað við erum búin að vera í miklu Matrix-rugli, sko. Það er alltaf alveg, sko. Það er alltaf opnast og við munum, sko, ég held að það verði einmitt, ef ég fer aftur í þetta sem að númið segir mig, sko, það verður pínu sjokk fyrir okkur að byrja að muna meira hver við erum, af því það mun alveg að hrista heimsmyndin okkar reglulega mikið. Ég held að það sé búið að skilir okkar á svo miklu þvættingi að það verður alveg pínu sjokk að sjá hvað er búið að ljúga mikið að okkur. Þegar þú ert fann að sjá, þá ertu komin á eitthvað svona stað þar sem þú þarft að fara að nema jafnvægislistina að lifa venjulegu lífi og vita. Ég þarf að borga reikningar, sko. Já, einmitt. Ég þarf að mæta í vinnu og selja föt og vélar og eitthvað. Og kúnstin einmitt er það þegar það er svo oft þegar að fólk fær eitthvað svona vakningu og einmitt svona gildislaði leiðilegt orð eitthvað andlegt, skilur en þú veist að við erum að koma inn á einhverja andlega vegferð, sko, að þá verður svona spiritual bypass og þú þetta kunstin er, sko, getur verið í þessum pælingum og verið jafnvel galopin og áttaði á öllum blekkingunum en síðan bara mætir í vinnuna þína og bara er góður við náungan og hefur gaman, skilur. Þeim er dóttiðina æfingar ástu. Já, bara hefur gaman að þessu öllu, sko. Alveg nýtur þessi bóð. Gekkja. Herru, ég er heima með konni í kvöld, ég ætla á date. Dásalegt. Sjáumst, takk. Bye.